Biskup D3 ágætisleikur við ritari C6, biskup 1 og 6 og setupið að hafa drottninguna E2 getur verið mjög sniðugt. Eins og mun komum síðar í ljós. Nú ætla að byrja bara að fara yfir svartur reynir bara að langkrókira, svona D7, löngrókun, þá biskup B5 mjög hvimleiður leikur fyrir svartan. Og hér hótum við biskup D3 ágætisleikur við ritari C6, biskup 1 og 6 og setupið að hafa drottninguna E2 getur verið mjög sniðugt. Eins og mun komum síðar í ljós. Nú ætla að byrja bara að fara yfir svartur reynir bara að langkrókira, svona D7, löngrókun, þá biskup B5 mjög hvimleiður leikur fyrir svartan. Og hér hótum við biskup A7 og það annað líka mjög erfiður leikur fyrir svartan, ritari E5. Það leppur rittarinn og peði líka. Ég ætla bara að sína hérna smá framhald. Kemur hér A6. Það var til dæmis þetta mjög erfitt á svart. Eða náttúrulega bara tapa. Máti hérna. Og drömmur peði. Bara B4 búið. B5 næsti leikur. Og aukrið sem hvítur með drottning og svartur bara með hrók og biskup. Þessi stað mjög svona erfið fyrir svartan, þetta biskup B5. Það alltaf marga hótanir í gangi sko. Nú svartur getur reynt hérna biskup F6, löngrókun, dróninga 1-7, þá biskup 1-4, góðleikur. Setjum hérna pressu á allt systemið hjá svartum og það ekki auðvelt að langkrókira hérna. Það raun ekki hægt. Nú hvað gerist ef hann drepur á A2? Þá best að drepa á C6 og leika dróninga A6. Hangir á A2 og C6 og það bara tjaldið. Þannig að það má ekki drepa á A2. Stuttrókun, það var bara H4 svipað á hinum línunum sem við erum að skoða. Nú ef maður drepur á A2 hér þá má drepa á H7, klassíska fórnin sem öll rússnesk skólabörn þekkja. Kongur G8, dróning H5 og máti 2. Já, það mjög fljóðlega. Og kongur H6, það bara svona. Og þetta búið líka. Þannig að H6 betri tilraun hérna. Dróning B5 góðleikur. Hótum á B7 og drepa á C6. Nú eða drepa á A2 og dróning F5 góðleikur. Svo bara drepa hérna og B3. Og við erum að fara að leika dróninga A4 og ná í biskupinn á A2. Þess að H6, dróning B5, okkur A B8, það er bara best að delta svona með G4, fara í sóknir, aðgerðis. Og þetta mjög erfiðst á svartan. Það alltaf G5 að koma. Svo þetta íhuga centralisar húkina H1 og E1 í einhverju stöðum. En það vantarlega óþarfið þegar við erum að sækja hérna kóngsvöng. Þannig að við skulum baka. Biskup E4, já, það er alltaf
vandamáli í þessu sko. Já, þetta nú við. Já, í dróning D7 staðan fyrir að langrókera þá getur auðvitað svartur stuttrókerað. Það var best bara að leika H4. Svarturinn að létta á spennunni og þá var hérna dróning D3 mjög menta plan sko. Og það er drepið þá er hvítur með þægilega net sko. Við erum að fara að leika D4 og reyna að leika D5. Við tökum eftir að biskupinn á E3 er miklu betur en biskupinn á E7 og þetta er ekki alveg einfalt og það lítur út að vera á svart sko. Þetta er svona þægilega betra á hvítan. Nú það er leikur dróning H5, þá bara hróku DG1 fínt framhald með hugmyndinni G4 næst. Dróning D7 tilbaka, það er nú alveg tröllvitlaust, þá bara H5 og yfirbyrja staða. Já, biskup F5. Já, þá held ég að sé bara ágætt að drepa F5, biskup B5 er einhver annar option en með grunn að svartur sé með alltaf leið stöðu kannski hér eftir hókeringu. Og biskup drepa F5, þetta er D4 upprópunumerki. Við viljum opna eilina þá að því að svartur er ekki búin að hrókera og þá var hann alltaf í smá böggi það sko. Segjum að drepi, biskup drepur og svartur getur ekki hrókera og er í miklu vandræðum. Hrókurinn getur fara á eilina og svo framvegis. Og við sjáum líka hvað biskupinn E7 passífur og biskupinn D4 er sterkur. Og dróning D7, drepa á C6. Segjum drottning drepa C6, það var bara biskup D4 eins og aðan. Pressum svo eilínuna. B drepur, það var H3, áhugaður leikur. Þetta er svona strategía. Dróning G4, uppræfunumerki. Þannig að endatabli hér er til dæmis gott á hvítan. Svartur með 3 p-þegjur, hvítu 2 og plan hjá hvítum væri til dæmis hókur D4, hókur A4 og það væri búið skipt upp á hókunum, þá væri hægt að leika B3, kongur B3, kongur A3 og fara með kongin hingað. Þannig að öll þessi endatöfli eru óþægilega eða unpleasant eins og elitan orðar það oft á svartan. Já, það er bara 2 úrslit í þessu runni, bara hvítur vinnur eða jafntefli en hvítur getur pressað mjög lengi sko. Og hér með líkur yfirferð minni Petrófinn, þetta var seinni hlutin. Þakka fyrir í kvöld.